Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir starfsmenn sem eru hér í sal og fundarsal bæjarskrifstofunnar Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 403. funda bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann setta. Á fundi hér í dag, á dagskrá fundar í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 912, 13 og 14. Tekna saman til umfjöllunar og afgreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerðir skipulags- og framkvæmdanefndar númer 41 og 42. Sömuleiðis tekna saman til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerð Hafnarstöð númer 330. Fjölskyldunefndar númer 39 og 40. Sömuleiðis tekna saman til umfjöllunar og afgreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Stjórnar menningarstofu númer 22. Fjölmenningarráðs númer 3, fjallskilnefnd númer 7 og öldungaráð númer 18 og 19 tekna sömuleiðis til umfjöllunar og afgreiðslu. Og síðan það liðurinn almenn mál og þar eru 2 mál, annars vegar breyting á aðalskipulagi Sævarendi 2 sem hér hefur verið að vísa skipulagslýsingu til afgreiðslu bæjarstjórnar í tengslum við breytingu skipulagi eða vinnslu skipulags þar. Og síðan það auglýsing, eða sem sagt tillaga auglýsingu og breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar vegna byggingarleyfis á búðarið 25, það breytt notkun, eins og menn þekkja. Þá höldum við á stað og það eru fyrst áðurnefndar 3 fundargerðir bæjarráðs númer 912, 13 og 14. Orðið laust það Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gerðu það, Ragnar. Já, virðulegur forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hér yfir þessar 3 fundargerðir. Fyrst fundargerð bæjarráðs númer 912. Og þar byrjum við á máli varðandi þjóðlendumál óbyggðanefndar, kröfur sem að þau lýst á eyjar og sker og þarna ríkið að falla frá fyrri kröfum sínum í eyjar og skerum í landi sveitarfélagsins. Þetta auðvitað mál sem á sér langa sögu og kemur í kjölfar þess að óbyggðanefnd var sett á laggirnar til þess að skera úr eignarhald á jörðum á hálendi og teygði svo anga sína full mikið að mínu mati og nú svo komið að þeir eru að falla frá þessum kröfum sínum. Það þó ekki búið að leggja niður óbyggðanefnd en ég held þetta sé svona teikn það að nú sér brátt fyrir endan á þessari vinnu óbyggðanefndar og það gott og vel. Í lið 1-3 þar vorum við að taka fyrir samstarf í öldrunarmálum milli Fjarðabyggðar og Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Og ég hef áður farið yfir þetta hér. Þetta vinna sem við höfum verið með HSAI og búið að leggja talsverða vinnu í þetta. Kemur í kjölfar í rauninu þess að við höfum verið í talsverði vinnu talsvert skeið varðandi gott að eldast og í tengslum við þá vinnu þá höfum við svona úr því að það hefur ílengst aðeins sú vinna þá höfum við tekið inn í þessa umræðu fjölgun dagdvalarrýma og hjúkrunarrými og erum þá að skoða málefni eldri borgara í víðara samhengi og horfa til þess hvernig við getum tekið aðeins samtal framtíðina og ekki láta þetta einvörðungu snúast gott að eldast verkefnið heldur hvernig við sjáum þennan málaflokk stækka og eflast í Fjarðabyggð. Það von á að þessari vinnu ljúki á næstu vikum. Já, henni líkur auðvitað aldrei en að við förum að fara að sjá svona það svona á blaði hvernig við lítum á svona helstu þætti í þessu samstarfi og hvernig við ætlum að taka svona næstu skref inn í framtíðina. Í lið 1-5 forkaupsréttur fasteigna, þarna í rauninni verið að vinna með fyrri forkaupslista sveitarfélagsins sem áður hefur verið samþykktur og þetta svona reglubundin vinna við að
horfa á það hvaða eignir eru á þessum lista og hvaða eignir við teljum að séu ekki þarfar þar lengur og einnig hvaða eignir við viljum taka inn og þessi listi er þá hafður auðvitað með til hliðsjónar við það skipulag sem að við horfum á til framtíðar, hvernig við sjáum uppbyggingu sveitarfélagsins til framtíðar og þá hvaða eignir það eru sem að mögulega þyrfti að fara í uppkaupum á til þess að ná fram þeim markmiðum sem við setjum okkur í skipulagi. Nú í lið 1.7 þá var að vera að fara yfir nýja heimasíðu sem að hefur verið opnuð fjarðabyggð.is og þetta hefur bara farið vel á stað. Það mjög fáir villumeldingar ef svo má segja við opnunina. Almennt hefur þessu verið gefin góður gaumur. Þetta svona mínum mati talsvert bjartara og þægilegra viðmót heldur en var og það auðvitað búið að fara þarna yfir að gera hana svona stílhreinni og aðgengilegri og sem miðar líka að því hvernig við erum að vinna að textana og þannig að það búið að gera þá svona hnitmiðari og hún er öllu þægilegri en auðvitað tekur smá tíma að læra inn á þetta nýja viðmót en það er mikil vinna sem hefur farið í þetta og ég vil bara þakka upplýsingafulltrúa Fjarðabyggðar fyrir velunin störf í þessu. Við ákváðum að fara í nýja heimasíðu þar sem að gamli vefurinn var í raun og úreldur og gat ekki tekið við svona mörgum af nýjum viðbætum sem að þurfa að vera á heimasíðum sveitarfélaga. Þannig að þarna er líka verið að horfa til þess að þegar við förum að stíga inn í framtíðina við gætum tekið þær viðbætur sem að eru aðgengilegar í dag ef við kjósum að gera svo en það er að minnsta kosti opið fyrir það núna og þessi vefur á að geta tala við þá öll þau kerfi sem að við viljum taka inn svona í auknu upplýsingaflæði til íbúa. Í lið 1.8 þar fengum við Aron Leví inn til okkar og þar var verið að fara yfir þá verkferla sem á bak við það hvernig við erum að kortleggja númerslausa bíla sem að er hvimleitt og það eru svona heitir reitir í eiginlega öllum byggðarkjörnum þar sem að á það til að safnast fyrir númerslausa bíla og sjáum þetta auðvitað allt land, svona svokallaðir bílakirkjugarðar og við vorum þarna að fara yfir hvernig við okkur getur betur tekist á að eiga við þetta og þetta auðvitað fer mikið fyrir brjóstið á mjög mörgum íbúum eðlilega og mér þar með talið og það er mjög mikilvægt að við höfum aðhald á þessum málum að það sé ekki stöðugt að fjölga númerslausum bílum sérstaklega í íbúabyggð og við vorum sammála það að þar ætti fókusinn að vera að við séum að sporna við því að númerslausum bílum fjölgar í íbúabyggð og við séum að öll svona sameiginlega í því að hugsa vel umhverfið okkar og nú verkferlarnir og farið þarna yfir það og þau úrræði og þau eru auðvitað háð þessu samstarfi sem að við eigum við Heilbrigðisstofnun Austurlands og Aron fór þarna yfir hvernig það hefur gengið og svona hvar fókusinn á að vera hjá okkur. Þannig að ég held að við séum öll sammála það við viljum gera bragarbót á þessu en ferlið er mjög flókið og það þarf meira en bara vilja til. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 913 þessi fundargerð einkenndist svolítið mikið af fjárhagsáætlunarvinnunni eins og við sjáum á þeim liðum þarna vorum við að fá inn nefndirnar inn til okkar til þess að fara yfir svona sínar áherslur. Fjárhagsáætlunarvinnan gengur vel, miðar vel áfram og við munum fara yfir hana hér síðar í umræðum bæjarstjórnar. Einnig var farið þarna yfir í lið 2, 6, 7 og 8 yfir ofanflóðaframkvæmdir og
uppkaup á eignum og bótum vegna þess og í lið 2.9 þar vorum við að fara yfir tilboð í úrgangsþjónustu Fjarðabyggðar og þar tókum við tilboði lægstbjóðanda og það tilboð var innan kostnaðarmats og þetta var svona kom í kjölfar þess að við fórum mjög ítarlega í þessa vinnu og ég held að ég geti fullyrt að það hef ekki áður verið lögð fram jafn ítarleg útboðsgögn til að vinna að þeim úrgangsmálum sem við höfum haft hérna. Málaflokkurinn að verða ansi flókinn og við sáum það á síðasta útboði að það var ástæða til þess að bæta í og laga þá annmarkar sem voru þá og það ekki síst vegna þess sem við ákváðum að fara í þessi útboðsgögn. Það voru annmarkar á okkar útboði og í þessum útboðsgögnum sem gerir það auðvitað verkum að við munum standa betur að vígi við að veita þessa þjónustu er að þarna eru lagðar ríkari kvaðir og skyldur á tilboðsgjafann og ég held að hérna það verði raunin þegar að við sjáum okkur fara að starfa eftir nýjum samningi. Nú í lið 2.10 þar var tekið fyrir að nýju umsóknar stofnframlög árinu 2025 og þarna erum við í rauninni að uppfæra fyrri umsókn okkar til HMS varðandi umsókn eða stofnframlög og þá er verið að fjölga íbúðum úr 5 í 8. Svo var farið yfir veikindalaunin í bæði þessari fundargerð og svo var framhald af því í næstu fundargerð númer 914 hjá bæjarráði og þarna við lögð ítaleg vinna við að greina veikindalaun hjá okkur eftir deildum og þarna erum við að sjá svona hvað þróun eiga sér stað innan sveitarfélagsins og við sjáum það eru önnur sveitarfélög að fara yfir þetta líka hjá sér. Þetta er talsverður kostnaður fyrir sveitarfélögin og við sjáum það bara eftir ákveðnum málaflokkum hjá okkur að veikindi eru umtalsvert meiri en á öðrum málasviðum og kemur þar til álags og fleiri þátta. Það er aftur á móti gleðitíðindi í þessu yfirliti er að þarna er samdráttur í skammtímaveikindum sem að erfitt er að kannski að greina með einhverjum hætti hverjar ástæðurnar eru fyrir því en það er aftur á móti aukning í langtímaveikindum og þar er auðvitað erfitt að eiga við langtímaveikindin en skammtímaveikindi þar getur hlutur eins og starfsmannamórall á vinnustað haft talsverð áhrif. Þannig að það er jákvætt en aftur á móti langtímaveikindin er áhyggjuefni og ekki gott svona í rekstri okkar stofnana og erfitt að eiga við en sem betur fer er hérna í flestum öllum tilfellum hefur okkur tekist að ráða inn afleysinga fólk. Í bæjarráði númer 914 þar hófum við för með því að fara yfir framkvæmdir ársins og þar er verið að fara yfir þau fjölmörgu verkefni mörg hver sem að við hefðum viljað að væri lokið en við erum svona á endaspretti víða og við vorum svona að fara yfir stöðuna á framkvæmdum og viðhaldi sveitarfélagsins og þar er þetta leikskólinn Dalborg sem að við horfum svona til að sé að nýbyggingin er að klárast og ég held að hún sé svona algjörlega á loka metrónum. Svo eigum við þá auðvitað eftir gömlu bygginguna og eftir að fara yfir lóðamál og innvols þar en ég held að við getum farið brátt að fagna því að það er komið að loksins að leiðarlokum í nýbyggingunni þar. Svo að farið yfir frágangsmál á grunnskóla Eskifjarðar, Fjarðabyggðarhöllin
þakið á henni og klæðningu og gluggaskipti á grunnskóla Reyðarfjarðar og svo þeirri framkvæmd sem við eigum í toppliftinu í Oddsskarði að sem betur fer, og þá náðum við í tæka tíð að fara í viðgerðir á toppliftunni og þar að leiðandi ættum við að ná að tryggja að toppliftan verði opin í vetur. Og svo í næsta liði þar á eftir sem að tengist auðvitað framkvæmdum ársins var farið þar yfir lausnir varðandi þakviðgerðir á grunnskóla Breiðdalsvíkur sem að hefur sem ekki fyrsta skipti sem að það mál kemur á borð bæjarráðs og við höfum áður farið þarna í þakviðgerðir fyrir nokkrum árum sem að hafa greinilega ekki skilað nægilega góðum árangri og þannig að við höfum verið að horfa til þess síðastliðna 2 ára að fara í þakviðgerðir og núna á að skoða ákveðnar lausnir varðandi þakið og fara þá í sambærilega lausn og var notað á þaki Fjarðabyggðarhallarinnar og við erum að skoða það sem og að kanna hvort að við getum tryggt aukna loftun á millilofti grunnskólans. Svo í lið 3-4 þar var farið yfir beiðni fjárheimild til endurnýjar tölvum til þess að uppfylla ákveðin öryggisviðmið. Það eru orðnar úrelda nokkra tölvur í leikskólum sveitarfélagsins og við vísum þessu til viðaukagerðar. Aftur á móti er gert ráð fyrir því í drögum að fjárhagsáætlunum fjölskyldusviðs. Það er gert ráð fyrir endurnýjun á tölvubúnaði þannig að það kemur þá til þess að við drögum úr þeirri upphæð sem þessu nemur í fjárhagsáætlunarvinnunni. Nú í lið 3-6 þá er að fara yfir málefni Sorpu eða verkefni Sorpu varðandi hátæknibrennslustöð og þar erum við að taka þessum áformum fagnandi og lýsa sveitarfélagi reiðubúið til þess að koma að þessu verkefni og þarna erum við að lýsa yfir vilja að við viljum vera þáttakendur og sjáum það fyrir okkur að þegar að hátæknibrennslan hefst ef allt gengur eftir að okkar Sorp verði hluti af því mengi sem að verður notað til þess að knýja brennslustöðina og skapa þar græna orku. Í lið 3-7 þar fengum við kynningu á áformum aðila sem að óska eftir samtali við sveitarfélagið uppbyggingu á padelvelli í gamla íþróttahúsinu á Reyðarfirði. Þetta er mjög áhugavert erindi þar sem að hún er að leitast við að fá að nýta það bil 1/3 af íþróttahúsi Reyðarfjarðar gamla og er þá að leitast eftir því að fá að leigja þann hluta og ætlar þar að fjármagna padelvöllin að fullu. Er ekki að leitast eftir fjárframlagi frá sveitarfélaginu en hefur hug á því að reka völlin sjálf og selja aðgang inn á honum. Og þarna í þessari kynningu þá fer hún yfir hversu hröð uppbygging padelvalla er á landinu og allan heim. Gríðarlega vinsælt sport og við sjáum að þessir padelvellir er að verða til inn á líkamsræktarstöðum í Reykjavík og víðar og hefur gefið góða raun og þetta er svona sambland af skvassi og tennis og við tókum þessu fagnandi og vísum þessu til fjölskyldunefndar til frekari umfjöllunar og ég gerir ráð fyrir að það verði tekið það til umfjöllunar næstkomandi mánudag. Takk fyrir allar orðið laust, fundargerð bæjarráðs, Stefán Þór Eysteinsson viðmálið gerði svo til Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, aðrir starfsmenn. Aðeins að fá að koma inn á nokkrar hluti hérna í fundargerðum bæjarráðs, svo sem búið að fara ágætlega yfir flesta liði hérna langar að byrja í fundargerð bæjarráðs númer 912, fær lið 1.8, þar sem við að fara yfir númerslausa bíla. Þetta var ágætis greinagerð eða svona að farið yfir þessi mál og hvað þau standa. Á
á fundinum og ánægilegt að sjá hversu vel við tekist að taka utan þetta eins og við þekkjum öll á einskilum, við sjáum þetta víða, það eru bílar sem má fjarlægja og ánægilegt að heyra að samstarf milli sveitarfélagsins og heilbrigðiseftirlitsins gangi vel í þessu og verður bara forvitnilegt að fylgjast áfram með framvindinu í því. Aðeins undir fundargerð bæjarráðs númer 913. Þar var mikið starfs- og fjárhagsáætlun eins og Ragnar kom inn á hérna áðan og ég svo sem get ekki tekið undir annað en að það hafi bara gengið ágætlega. Þetta svona á lokametrunum og það styttist nú í fyrri bæjarstjórnarfund þar sem að fjárhagsáætlunin verður lögð fram, þannig að hún svona á lokametrunum og hérna það hafi gengið ágætlega. Mér langar aðeins líka koma inn á lið 2.10 sem er þessi umsókn stofnframlög á árinu 2025. Áfram höldum við að sækjum þessi stofnframlög til HMS og ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt að halda áfram þessari góðu uppbyggingu sem hefur átt sér stað hérna í sveitarfélaginu. Við auðvitað erum að spá töluverðri aukningu í íbúðafjölda hér í Fjarðabyggð. Því þarf auðvitað að fylgja þessi kraftmikla uppbygging sem hefur svo sannarlega verið hér síðustu ár og það er auðvitað mikilvægt að við höldum áfram að sækjum þessi stofnframlög. Við sjáum það eru svona ákveðnar blikur á lofti til að mynda eins og við horfum á útgefin kvóta fyrir næsta ár, mikið lækkun í makríl og kolmunna og slíku sem getur oft áhrif hérna á verktakssvæðinu, þannig að það er mikilvægt að við séum þarna í fararbroddi í rauninni við þessu uppbyggingu og halda henni gangandi því að það er erfitt ef hún stoppar, því hún hefur verið á mjög góðu skriði. Langar aðeins að nefna hérna lið 216, umsagnarbeiðni þetta frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum. Þetta er mjög áhugavert frumvarp. Ég mæli með að bæjarfulltrúar lesi þetta. Þetta felur í sér töluvert mikið af breytingum, sumar hverjar sem eru að verða til þess að einfalda stjórnsýsluna, aðrar til að flækja hana umtalsvert held ég. Hvort það sé hann góða, menn verða að meta það sjálfir. Það eru ýmsar breytingar líka á hvernig menn þurfa að gera upp innan sveitarfélagsins eins og með ásreikninga og hvernig menn skila því öllu saman inn, þannig það eru töluverðar breytingar hérna og ýmsar breytingar sem geta snert Fjarðabyggð, verandi fjölkjarna sveitarfélag til dæmis. Þannig að hérna ég mæli með að bæjarfulltrúar kíki á þetta, við þetta fáum þetta svo væntanlega fyrir bæjarráð á næsta fundi, geri ég ráð fyrir. Aðeins undir fundargerð bæjarráðs númer 914. Svo sem eins og kom inn og það var hérna ágætis greinargerð framkvæmdir ársins þar sem að sviðsstjóri skipulags- og framkvæmdasviðs kom inn og fór yfir stöðuna og það er auðvitað ánægjulegt að sjá að Dalborg miðar vel og komnar hurðir og hægt að hérna fara að halda starfsemin áfram þar. Auðvitað eitthvað eftir en ljóst að næsti áfangi er þá gamli hlutinn og allt sem þar framundan er. Eins og við vitum þá er Fjarðabyggðarhöllinni framkvæmdur þar af þessu ári allan að mestu leyti lokið. Ólíklegt að ljósin skili sér á þessu ári en það er náttúrulega frábært ef þau gera það en kannski ekki fyrir sig að þau gera það úr þessu. Svo voru þarna auðvitað eins og alltaf einhverja framkvæmdir hjá okkur sem eru á pari eða fari yfir eða hvernig það er og verður áhugavert að sjá bara í lok ársins hvernig þeim hefur miðað öllum saman. Það er auðvitað eins og öll ár hjá okkur. Við erum í mörgum stórum framkvæmdum víðum sveitarfélagið og erfitt að fylgjast með þeim. Þetta er auðvitað ekkert auðvelt verk. Við þekkjum hversu marga fermetra við eigum á húsnæði og allt sem því fylgir. En þetta var áhugaverð greinargerð hjá sviðsstjóra skipulags- og framkvæmdasviðs. Aðeins undir lið 3.3, veikindalaunin. Það fór sviðsstjóri mannins og umbótasviðs yfir málin og komi skýra og góða greiningu fyrir okkur. Svona betri en hefur verið oft áður. Ég veit að því ég kíkti tilbaka eftir tíman var að bera þetta saman og athyglisvert að sjá eininganda sem liggja þarna bakvið núna. Það eru auðvitað þarna kostnaðarauki. Við erum sko í breytingu á milli ára, þetta er bara 30 milljónir sem við erum að sjá í aukinn kostnað á milli fyrir þessi fyrir tímabil. Kostnaðurinn við skammtíma veikindi voru að hækka en einingandar að lækka á móti. En það er svo sem eins og regla komin og það er aukning í langtíma veikindunum og þar eru bæða svo aukinn kostnað og aukinn fjölda eininga. Og við erum auðvitað mjög stórar
einingar, við erum mjög stóra starfstöðvar í okkar sveitarfélagi, mikið af starfsfólki sem liggur undir og alltaf auðvitað einhverja skýringar þarna bak en það er auðvitað eins og komið inn á áðan ákveðið áhyggjuefni þegar þetta hækkar við þetta vorum búin að sjá það síðustu ár að við vorum búin að sjá ákveðna lækkun í þessu sem var mjög jákvæð en þetta er auðvitað bara eitthvað sem þarf að hafa í huga og svona það kom nú fram í máli sýstur af mannans umbótasviðs að þetta væri til skoðunar þar en hérna það var svona þess okkar stærstu starfstöðvar auðvitað það sem við vorum mest langtímaveikindin og slíkt að skólarnir okkar, leikskólarnir þannig að þetta er eitthvað sem þarf að fylgjast með ég held að ég hef bara lokið máli mínu í bili, takk Takk fyrir Stefán, orðið er laust ég ætla að taka þess til máls það er nú ekki svo sem bara eins og samstarfsmenn mínir í bæjar og þessum ekki þeir eru búin að fara mjög víða yfir og svona kannski á því sem helst en kannski aðeins bara að fá að koma inn og bara lýsa ánægju minni með nýjan vef fyrir Fjarðabyggð. Sá gamli var orðinn þungur í vöfum og komið vel til ára sinna og svona bara á því að það leyndust kannski eldri upplýsingar og fleira. Þetta verði núna þegar þessi svona er komin á stað og hann verði bæði svona notendavænn, skulum orða þannig og lýsir ánægju og ánægju með það hér innan hús kannski verið vanda til verka og næstu dögum verði svona búið að slípa á honum allt komið inn sem stendur í og hann þróist vel aðeins kannski í fundargerð 913 eins og Ragnar kom inn á þá voru hér liðir sem tengjast ofanflóðavörnum æskifis uppkaupum á fasteignum í tengslum við væntar varnir í Grjótá og síðan eins við skógarmat eða bætur fyrir skógrækt sem mun þurfa að fara í tengslu og við þekkjum nú í tengslu við ofanflóðavarnir á Norðfirði að hafa verið bætt og farið bættur ákveðinu mati þar utan að komandi aðila og ég held í báðum þessu tilvikum bæði uppkaupum og þessum matsbótum að þarna sé bara vonandi sanngjarnt og eðlilegt afgjald vegna þess að það síðan náttúrulega var þarna frágangur sem við Lamberrá eða svona frágangur þar en kannski sem við komum inn á sérstaklega nú er mikilvægt núna að því að ofanflóðavarnir í Grjótá eru vonandi að komast til framkvæmda að komast til útboðs á næsta ári sem er síðasta stóra varnarmannvirki hjá okkur á Eskifirði síðasta ári sem við þurfum að klára að verja og mikil þörf er á að ljúka á Eskifirði bæði náttúrulega bara með hættuna í huga sem þetta fórgrunni og eins líka að ljúka þessu inngrip í þessu og það og ásamt náttúrulega uppbyggingu varnarmannvirkisins Norðfirði þá fyrir við svona að sjá til enda þessum varnarmannvirkjum þessum mikilvægum mannvirkjum en leið vil ég hvetja nefndina því að það hefur svo sem beðið það er búið að fara í byrjun að vinnu á miðbæðarskipulag á Eskifirði sem var farið í fyrir nokkrum árum með svona þó nokkru það sem var hafist handa með fundum íbúum svona ekki segja fyrsta fasa fundi það sem er svona farið í hugmyndir en það hefur vantað inn í þetta náttúrulega skipulag eða hönnun mannvirkjana við Grjótá til þess að geta farið í skipulagi fullum þunga og lokið í og haldið það áfram samtalinu við íbúi gera fyrir menn tæki þá næsta fund og síðan vinna með skipulagi og síðan farið það sem við þekkja þessi leið hér inni það sem er byrjað á fundi, hugmyndafinni og þeim hugmyndum og þróað áður en að fer svo til samþykkta nefnda og bæjarstjórnar og auglýsingar og svo framvegis. Það eru gríðarlega mikilvægt að ljúka svo verkefni, náttúrulega í tengslum við þá þegar við fórum í samstarfi við Eskju að taka tilbaka lóðir og niðurrifin sem ríkti bara sátt held ég að þau hús víkju þar sem önnur hús var búin að leysa það hólmi en leið náttúrulega þurfum að fara að koma sín á það hvernig og það hefur svolítið dregist vegna þess að það þarf að horfa til þessum leiðum við varnarhönnunum þurft að koma inn og það hefur náttúrulega tekið lengri tíma við ætluðum að fá hana hún gerir ráð fyrir hún verið afhent núna formlega fljótlega hún er ekki afhent formlega það var farið í kynningafund nú fyrir ekki svo löngu síðan með íbúum og fengna þær athugasemdir og síðan kemur hún formlega hér inn og þá er þetta ljúka skipulegni því það þarf líka að vera klárt þegar að framkvæmdina fara í útboð og ég er þess fullur svo alltaf verið að það eru gríðarlega tækifæri í
fólkin í því að gera nýtt skipulag í miðbæjarskýringar og ég held að við séum öll sammála það og það hefur verið mikil bara stuðningur við það í bæjarstjórn að koma því til framkvæmda. Þarna sé hægt að gera mjög heilstæða og skemmtilega mynd af miðbænum með útfærslum og það var í þessum fyrsta hugmyndafundi með íbúum í mannrétt niðurstöður hans, þar voru ýmislegt sem rak á kom þar upp og núna þurfum við að ýtast í að fá þessa formlega afhent þetta svo að nefndi geti fara að hafi vinnu sína og farið á stað og fulla ferð núna þannig að við getum unnið þar komin svona grófar myndir manni eftir en þetta hefur vantað inn í þetta þannig að ég veit að nefndin mun taka þetta áfram leið og við fáum þessa viðbót sem okkur er vantað inn í skipulag sem þetta bara lýsi yfir þetta mikil ánægju með það skref að það sem við stígum svona, ekki segja fyrsta skref er alltaf fyrir einhverju, það er sem sagt hér á síðasta fundi bæjarins í vikunni liður 6, það sem er hátæknibrennslustöð svo kallað, eða sem sagt brennslustöð en Sorpa eins og Ragnar kom inn á og Kolka sem er sorpsamlað Suðurnesja og reyndar Sorpurðun Vesturlands einnig en Sorpa og Kolka hafa unnið að þessu núna nokkuð skeið að fara í brennslustöð sem er orðið bara algjört þjóðþrifamál fyrir Ísland að við séum ekki að sigla úrgangi erlendis til þess að brenna þar með tilheyrandi kolefnisspori. Í dag rekur Kolka brennslustöð reyndar meira og meira fyrir sem lífrænan úrgang og annað slíkt svo kallan sóttmeðingaðan úrgang og fleira en hér þannig að koma til stöð og það er mikilvægt að það sé stöð fyrir landið allt, ekki bara fyrir þess aðal og þau hafa verið mjög viljið til þess að gera það. Þetta var kynnt á fjármálaráðstefnunni í síðustu viku eins og áður sagði og leið og ég fann þar að það var mikill áhugi margra sveitarfélaga að koma strax að þessu undirbúningsfélagi og svo bara sjá hvernig vinnan og þróun hver skuldbindingar eru en að við séum þátttakendur í umræðinu frá byrjun. Ríkið hefur samanskapi opnað svona inn í þessa umræðu á jöfnakerfi í samtengslu því að við þurfum að horfa til þess að hvar sem brennslustöðin verður niður komin þá sem yfirleitt líkur það að vera suðvesturhorninu vegna þess magns af úrgangi sem þar náttúrulega eðlilega fellur til það sem fólksveitur að það sé sama gjald eða það sé jöfnuður ríki því hvað sem ert þegar kemur að flutningi á suðvesturhorninu. Þannig ég er gríðarlega ánægður að þetta sé komið á stað og að vonandi þetta gangi sem hraðast því að þetta tekur einhver ár og þó við séum hér í útboðsferli núna til næstu 4 ára að þá er þetta framtíðarsýn sem vonandi verður þá komin þegar næstu endurnýjun kemur. Það var ekki fleira hjá mér en þessu orðið laust fundingur í Bæjarás, engin kveðs við hljóðs. Þá ætla ég að bera þessar 3 fundakir eftir saðenda þessi þess samþykjumiskemerki, saðenda með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komin í fundagerðir skipulags- og framkvæmdanefndar með 41 og 42. Þuríður Lilja Sigurðardóttir böðmáli, gerðu svo Þuríður. Forseti, bæjarstjóri og fundarmenn og konur. Það nokkur atriði sem ég langa að koma inn á í fundagerðum skipulags- og framkvæmdanefndar. Það var fyrst í fundagerð 41, 1. október. Í mál 5.2 þar er verið að leggja fram tillögu breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020-2040 sem kemur reyndar líka inn á eftir. Sem heimilar íbúðir og þjónustu á hluta af reit AT 301 á Reyðarfirði. Er ræðið svæðið sem er vestan við miðbæ, austan Leirvogs og norðan Nesbrautar eða nánar tiltekið þar sem er til dæmis gamla bíkóhúsið, starfstöð Vegagerðarinnar, Ólís, Orkusalan og fleira. Að þessum reit liggur miðbæjarreiturinn, heilsugæsla sem er á samfélagsþjónustureit, reitur fyrir verslun og þjónustu og íbúðarbyggð í Stekkjónum. Auk þess er reiturinn við 2 helstu aðkomuleiðir í bæinn. Út af þessu samhengi svæðisins við aðalbyggð þótti okkur áhugavert að opna þann möguleika að hluta hans megi nýta fyrir íbúðarbyggð og þjónustu eins og lagt er til í þessari tillögu. Það er þó mikilvægt að skilmálar skipulagsins séu skýrir og húsagerð, lóðafrágangur og aðgengi sé í samræmi við íbúðanót. Til framtíðar litið gæti
rétturinn umbreyst með tímanum og iðnaður færst yfir á önnur svæði og miðbær með íbúðum og þjónustu stækkað. Skipulags- og framkvæmdanefnd samþykkti að senda tillöguauglýsingu og mikilvægt að þeir sem hafi athugasemdir komi þeim áleiðis í gegnum þann farveg. Svo er það 5.7 sem er vega- og brúaframkvæmdir í botni Reyðarfjarðar. Það er fagnaðarefni að sjá loksins afrakstur þeirra vinnu sem unni hefur verið síðustu misseri. Í greinargerð sem fylgdi málinu og er opinber má sjá ýmsar upplýsingar, myndir og fleira sem gefur glögga mynd af fyrirhugari framkvæmd. Mikilvægt er að haldið verði þétt að vegagerðinni að klára hönnun, efnistökumál og fleiri þætti sem þarf að klára svo framkvæmdir verði tilbúin til útboðs þegar að því kemur. Brúin yfir Sléttuá er eins og oft áður hefur komið fram undir miklu álagi og löngu komin að þrotum. Það er mikilvægt fyrir Fjarðabyggð í heild sinni að fá öruggar samgöngur innan sveitarfélagsins. En jafnframt þarf að tryggja að áfram verði haldið með Suðurfjarðaveg því aðrir vegkaflar hans eru einnig mjög hættulegir og löngu komnir að viðhaldi. Þannig að það má ekki stoppa þó að við fáum þessa framkvæmd. Svo er það 5.12 sem er umhverfisviðurkenning Fjarðabyggðar. Ánægilegt að endurvekja umhverfisviðurkenninguna sem hefur ekki verið úthlutað núna síðan að ég held 2020. Óskað var eftir tilnefningum snyrtilegustu lóð einkaaðila og snyrtilegustu lóð fyrirtækja og bárust nokkrar tilnefningar og búið er að velja þá sem hljóta viðurkenninguna í ár og þær verða vonandi veittar við fyrsta tækifæri. Ég vona að þetta sé komið til að festa sig í sessi og við fáum vonandi fleiri tilnefningar og meiri þáttöku að ári. En fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir fleiri kveðsljóðs. Ég ætla að óska eftir því áðunum við ber upp fundagerðinar 2 til afgreiðslu að lið 9 í fundagerð númer 42 verði vísað til bæjarráðs. Þetta er semst erindi frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands sem felur í sér útlistingar á sem orða á að það er vakin athygli á því hvernig skuli staðið að bótum í tengslum við byggingar og þekktum flóðsvæðum. Ég tel að þetta mál þurfi frekari skoðun hjá sveitarfélaginu í ljósi náttúrulega bara þekktra atburða hjá okkur og að hluta til okkar samfélag á þekktum flóðsvæðum sem nú er unnið að vörnum á og hefur jafnframt verið komin til byggð áður. Þannig ég held að bæjarráð þurfi að taka til næstur frekari umræðu og skoðunar. Allavega á svona og þá eftir atvikum við Náttúruhamfaratryggingu og innan okkar hús. Þannig að ef enginn hreyfir því andbann má þau óska eftir því að lið 9 verði vísað til bæjarráðs til frekari umfjöllunar. Þeir sem það samþykkja með skíðamerki. Það er sagt með 9 atkvæðum. Og svo ber ég þessa fundagerðir upp að öðru leyti til afgreiðslu. Þeir sem það samþykkja með skíðamerki. Það er sagt þetta með 9 atkvæðum. Þá eru komin fundagerð Hafnarstjórnar með 330. Leði ekki vorðið laust að mann óska eftir að fá að taka þess til máls kannski aðalega til þess að vekja athygli á svona ákveðinni breytingu sem vonandi verður bara ánægilega í tengslu við starfs- og fjárhagsáætlun Hafnarstjórnar. Þá jafnframt tók Hafnarstjórn ákvörðun að vísa til stjórn- og menningarstofu. Hafnarstjórn hefur komið að ákveðinu svona menningarstarfsemi eða styrkt menningarstarfsemi innan sveitarfélagsins og svona stærri viðburðir, bæjarhátíðir og vegum sem er svona einkennandi fyrir. En hefur nú óskað eftir að stjórn menningarstofu taki og fáið til fjármagn hverju ári frá og geti þá tekið við þessu því Hafnarstjórn svona telur öllu jöfnum sem sé ekki ástæða fyrir, eða semst það sé ekki sitt að fjallum slíka erindi og stjórn menningarstofu hefur tekur þínum til að fagnandi og mun bara nota þetta til þess að og þannig að erindi þá til Hafnarstjórnar fara þá beint til stjórnar menningarstofu hér í framtíðinni frá með næsta ári og vonandi verður þetta bara til að efla okkur í því sem við erum að styrkja og ýta undir starfsemi bara almenna menningarstarfsemi í samfélaginu. Síðan var kynning á skipulagsgreiningu sem nú á sér stað tengslu við Mjóarhöfn. En eins og með þekkja og vita þá er þetta Mjóarhöfn alveg gríðarlega mikilvægur innviður í Fjarðabyggð. Þessi mikla starfsemi náttúrulega álversins og þeirra aðalast það þjónusta og flutningafyrirtækja og fleiri, vélavesta og slökkvilið og annað slíkt. Og þannig við vitum það að þetta svæði er okkur gríðarlega mikilvægt og við viljum vanda okkur í skipulagi þess og uppbyggingu. Það er mikilvægt núna að kannski eftir þessi ára
að við metum það, við finnum að það er aukinn áhugi á lóðum þarna í kring og þá leiðum við horfum við hvernig við teljum að það sé best að gera það og leiðum við kannski vinnum í því að stækka svæðið svolítið framtíðarlitið og það sé framtíðarsýn að auka það byggingarlands þar er. Þannig að ég vel ánægð með þetta þó að við höfum farið í gegnum ýmsar svona innviðagreiningar í tengslum með tíðin og það nýtist okkur og kannski verið að draga fram þá hluti aftur sem við kannski þekktum en leið líka kannski með annari sín núna og það stefnum við þessari greiningu verið lokið núna fyrir áramót og við getum farið að styðast við hana í skipulagsgerð og úthlutun og fleira. Þannig að það er spennandi að fylgjast með því áfram þegar við kemur hér inn kannski svona dýbra. Þarna var svo verið að fara við þá þann hluta hennar sem var sem búinn. Efla hefur verið að vinna þetta fyrir okkur og sérfræðingar þar sem hafa vunnið fyrir erlendar hafnir einnig og hafa mikla reynslu og komið mikla þekkingu að borðinu. Það var ekki fleiri, verið fleiri kveðis ljósindi fundingar Hafnarstjórnar. Ragnar Sigurðsson við beðum hann ekki að svara. Forseti, ég svo sem ekki miklu við þetta bæta, ég tek undir varðandi lið 6-1 og þetta er gott skref sem við erum að stíga til þess að greiða svona úr óþarfa flækjustígi sem hefur verið hjá okkur með að vera með oft á tíðum tvöfaldar úthlutanir til menningarmála. Menningarstofa er fagnefndin og það er eðlilegt að þessar beiðnir fari beint þangað og verður þá bara til þess að efla þá menningar viðburði sem er verið að sækja beint til menningarstofu og að það sé þá fjallað það þar á faglegum grunni og verði þá til þess að efla í rauninni styrkja úthlutun menningarstofu bæði þá kannski til fjölbreyttari verkefna en einnig þá bara meiri stuðning til þeirra verkefna sem við teljum að eigi að fá ríkari stuðning. Jafnframt tekið undir varðandi lið 6-3 og það er ánægjulegt að sjá, það er að verða ákveðin hreyfing varðandi innviða uppbyggingu og þá sér maður það sérstaklega í tengslum við hafnir. Eðlilega hefur umræðan verið svolítið einblínd á vegaframkvæmdir varðandi innviða uppbyggingu á Íslandi en við sjáum það bara í ljósi verðmætasköpunar framtíðarinnar að hafnirnar skipta þar ekki síður máli og það vegir til og frá þeim og þarna sjáum við þetta gagnvart grænni orkuuppbyggingu eða varnarmálum og svo getum við haldið áfram og Mjóeyrarhöfnin mun að mínu mati í framtíðinni skipta auknu máli og verða mjög mikilvægur skipa mikilvægt sess í allri uppbyggingu og verðmætasköpun til framtíðar. Þetta er næsta stórskipahöfn við Evrópu á Íslandi og við sjáum það bara í auknum áhuga á hafnaraðstöðu þar og við sjáum það líka í tengslum við umfjöllun bæði frá utanríkisráðuneytinu og ríkisstjórninni varðandi varnar- og öryggismál að Mjóeyrarhöfn eða hafnaraðstaða í Reyðarfirði öllu heldur gæti verið mjög mikilvægur liður í einhverju slíkri uppbyggingu í tengslu við öryggis- og varnarmál og í tengslu við það að þá höfum við verið í vinnu núna í skipulagsgreiningu á Mjóeyrarhöfn og það er mjög viðamikil vinna sem við höfum verið í þar sem að Masjid Eskavi starfsmaður Eflu hefur verið að fjalla uppbyggingarkosti og valmöguleika sem við höfum og hann hefur svona verið að vinna því að kortleggja þá valmöguleika sem að við höfum til uppbyggingar inn í framtíðina og þetta er mjög viðamikil vinna þar sem að hann hefur verið að kalla eftir upplýsingum frá núverandi hagaðilum og mögulegum hagaðilum og svona sjá þeirra áform og enn sem komið eru þessi gögn þarna undir trúnaðarmál þar sem að þarna varðar viðskiptalega hagsmuni en alveg óhætt að segja það að það er vaxandi áhugi á uppbyggingu Mjóeyrarhafnar
og að mjög mikilvægt að við vöndum vel til verka í þessari vinnu eins og hafnarstjórn er að gera. Þetta er hann orðið laust fundagerð hafnarstjórnar. Enginn gauði sér hljós, þá ætla ég að byrja til saðindar sem hann er samþykjum skemmerki. Múlinn saði þetta með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundagerð í fjölskylduráð nr. 39 og 40, orðið laust það vill einhvers hljós. Stefán Þór Eysteinsson þegar hann í gerðsum stað. Forseti, aðeins að fá að kveða mig til hljós undir fundagerð fjölskyldunefndar nr. 39 og ræða þar lið 74 sem er sem sagt þarna var reynda beiðni sem lá undir geðrættarmiðstöð Austurlands sem að beiðni sem fjölskyldunefnd var við langaði bara aðeins að vekja athygli á þessu í raun og úrræði sem núna verið að kynna bæði hér í Fjarðabyggð og í Múlaþingi og ég held að þetta sé gríðarlega jákvætt og mikilvægt skref í þessari baráttu okkar í geðheilbrigðismálunum. Við ræðum þetta mjög reglulega hversu mikilvægur málaflokkur þetta er. Við vitum það mjög vel, sérstaklega hér á Austurlandi og auðvitað bara frábært að þetta sé úrræði sem er komið af stað. Það eru auðvitað margir aðilar sem koma að þessu, þar á meðal HSA, auðvitað, sveitarfélaginu og svo er starfsendurhæfing Austurlands meðal annars og auðvitað Austurbrú og þarna er í raun og veru þetta úrræði er til, þarna eru margir í raun og veru þættir undir og þarna getur fólk sem að til að mynda glími við áföll eða geðrænar áskoranir eða félagslega einangrun geta komið þarna og rætt sín mál og svona fengið einhver úrræði við sínum málum og ég held að sé bara gríðarlega frábært gott skref í rétt átt og ég held að ég getur bara fagnað því að við séum að taka þarna svona fara í sókn með þessi mál því að við auðvitað höfum mikið hort til ríkisins í þessum málum en þarna er auðvitað bara gríðarlega flott í raun og veru skref fram á við í þessu máli að mínu mati. Langar svo aðeins að fara í fundagerð fjölskyldunefndar nr. 40 og fara þar í mál 8.2 sem er starfsemi leikskólans Breiðdals og Stöðufannaskóla. Þarna var verið að taka fyrir í raun og veru framkvæmdir á húsnæðinu og svo sem fjölskyldunefnd þar var sammála að fara í þessar framkvæmdir á skólanum þar sem hann verður nýttur þá ákveðið pláss þar stækkað og nýtt til þess að rúma þann fjölda barna sem er kominn sem er auðvitað gríðarlega jákvætt og því ber auðvitað fagna að það sé nauðsynlegt að stækka skólann Breiðdalsvík og nýta það pláss betur og ég held að þetta sé svona skrefið rétt átt í stöðunni eins og hún er núna og svo auðvitað þurfum að meta ástandið eftir því sem að framvindur í því. Og aðeins undir lið 8.4 varðandi þessi viðbrögð við manneklu á leikskóladeildinni á Stöðvarfirði. Þar var auðvitað okkur bara kynnt þau eins og máli standa þar að það sé ákveðin mannekla á leikskóladeildinni og þar var stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu búinn að fara út og vinna góða vinnu, tala við þá sem eigi hlut og ég segi nú svona allan fyrir mitt leyti að bæði í þessu máli og svo sem undir lið 8.2 að það sé nú þetta hrósa stjórnanda fræðslumála á skólaþjónustu. Hún er búin að í raun og veru stíga mjög góð og skrefi því að vera í samræði í foreldra, stjórnendur og við starfsfólk í því hvernig sé best að leysa þessi mál og ég held að þessar lendingar í raun og veru sem að þarna er komist niður að það hafi verið í miklu og góðu samráði við þá sem eiga í hlut. Meira var ekki frá mér. Stefán, kannski aðeins Ragnar Þór. Mér ekki það. Stefán Þór að ljúka máli sem Ragnar Sigurðsson við höfum orðið. Ekki Ragnar Þór, gerðu svo Ragnar, afsakaðu þetta. Ég bara slóði ykkur saman félagar. Ég ætla ekki að taka til máls undir því að heita Ragnar Þór. Það er annar aðili, allt í góðu. Ég ætla aðeins að fjalla þessar fundargerðir. Ég tek í rauninu undir allt það sem að Stefán hefur sagt varðandi þær, en mig langar að vekja athygli hér á
fundargerð fjölmenningarráðs og því sem þau eru þar að leggja til sem að við tókum til umfjöllunar í fjölskyldunefnd þar sem að þau eru í rauninni óska eftir fjárheimild inn í fjárhagsáætlunarvinnu til þess að halda íbúaþing og þetta er svona hvað maður að segja, svona fyrsti afrakstur þess að við komum á laggirnar þessu fjölmenningaráði og þannig er að verða skemmtileg, lifandi umræða. Þau eru auðvitað svolítið að læra inn á bæjarkerfið og hvernig nefndarmálin virka hjá okkur en að nánast öllu leyti fólk sem er tiltölulega óreynt í nefndarskipun og þannig að þau eru svona að feta sín fyrstu skref í þessu og þau hafa stigið núna þetta skref að leggja í rauninni til við okkur að við tökum undir það í þeirra fjárhagsáætlunarvinnu að fá að halda hér íbúaþing í Fjarðabyggð þar sem að við erum að hvetja til samtals milli okkar íbúa Fjarðabyggðar við þá íbúa sem að eru með erlendan uppruna svona það sem að má betur fara í sveitarfélaginu það hvernig við getum nálgast nýbúa og þá sem að eru með erlent móðurmál betur hvort sem það er í skólakerfinu innan stjórnsýslunar eða í öllum öngum sveitarfélagsins. Þannig að mér finnst þetta til fyrirmyndar og ánægilegt að sjá þennan metnað í fjölmenningaráði að vilja taka þetta frumkvæði og halda slíkt þing og ég held að við séum öll sammála það að reyna að finna því lið í fjárhagsramma sveitarfélagsins fyrir næsta ár. Svo varðandi fjölskyldunefndarfundin númer 40 þá tek ég undir það sem að Stefán hafði að segja varðandi lið 8.2 og 8.4. Stjórnandi fræðslumála hefur lagt viðamikla vinnu í þetta viðkvæma mál sem varðar sérstaklega Stöðvarfjarðar leikskólan og þá endurbætur sem að þarf að fara í Breiðdalsskóla vegna þess máls. Og þarna er verið í rauninni að leggja fram tímabundna lokun á leikskólastarfi í Stöðvarfirði og ég ítreka að hún er tímabundin, þetta er vegna manneklu og þarna var eins og Stefán kom inn á búið að vera virkt samráð við foreldra. Ég held að við getum öll sýnt í ákveðin skilning að það eru þetta áhyggjuefni þó svo að stefnan sé að opna leikskólana nýju að leikskóli í rauninni lokar og það er auðvitað merki þá íbúa þróun sem er eiga sér stað og auðvitað eitt af þeim ástæðum sem að við erum í því verkefni Byggðastofnunar sterkur Stöðvarfjörður. Við höfum öll trú á Stöðvarfirði og ég hef fulla trú að þetta sé tímabundin ráðstöfun en það er alveg ljóst að það þarf eitthvað að koma til þess að snúa við íbúaþróun Stöðvarfirði og þar er auðvitað augljósasta dæmið er auðvitað það þarf að eiga sér stað einhver atvinnuuppbygging á Stöðvarfirði til þess að snúa þessari íbúaþróun við og svo eru auðvitað fleiri þættir sem að styðja þar við eins og uppbygging Suðurfjarðarvegar sem að væri þá til þess að styrkja byggðina á Stöðvarfirði en ég er algjörlega sannfærður að í framtíðinni að þá verði blómleg byggð á Stöðvarfirði og leikskólastarf þar eins og í öðrum byggðakjörnum sveitarfélagsins en ég tek undir með Stefáni, þetta var vel unnið og þetta eru viðbrögð við manneklu okkur er ekki stætt á því að halda úti starfsemi leikskóla eins og háttar en við viljum öll leysa þetta til framtíðar þannig að það verði leikskólastarf áfram á Stöðvarfirði. Takk fyrir Ragnar. Aðeins bara, ég ætla ekki að tjá mér þetta efnislega þetta er bara að útskýra aðeins bókun sem sagt
fjölskyldunefnd bókað undir lið 4, semst vísaði til bæjarráðs í tengslum við afnot af sal, en ef menn hafa veltað fyrir sig hvort það hefði gleymst að leggja hann í bæjar þá var það svo ekki þörf vegna þess að salurinn í umsjón fjölskyldusviðs. Það ekki með að gera leigusamning heldur bara beðin afnot, þannig að það var ekki talin þörf að leggja hann í bæjar. Þó með sér að staðfesta hér áður að fara í bæjarráð, bara svo að sé rétt, þá var bara ekki þörf á því. En orðið er laust fundi ekki fjölskyldunefndar. Stefán Þór Eysteinsson beðin að líka svolítið Stefán. Forseti, já. Svo sem ekkert að lengja þetta mikið meira, ég svo sem bara bara taka undir með Ragnar og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að koma mitt fram að þarna er bara tímabundna lokun að ræða til þess að bregðast í þessum vanda sem við stöndum fram fyrir núna og ég held við séum öll sammála það að það eru jákvæð teikn á lofti Stöðvarfirði sem við höfum séð í gegnum sterkan Stöðvarfjörð, það er mikil kraftur, það er mikil svona eining á Stöðvarfirði og ég hef ekki trú á öðru en að þetta verði leyst og að þetta sé einungis tímabundið mál. Meira var ekki. Takk fyrir Stefán. Orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið þannig að ég ber upp fundargerð fjölskyldunar 39 og 40. Það eru sagði þetta með 9 atkvæði. Þá vorum konast í fundargerð stjórnar menningarstofnun með 22. Leiðu ekki voru laust þá skal það taka stöðlega til máls og kannski bara vekja athygli á svo sem við erum að vinna eins og aðra nefndir í starfs- og fjárhagsáætlun og sníða okkar svona starfsemi að þeim ramma sem þetta var og vonum leið að svona geta tekið og eitt af því sem við erum að horfa á sem er í forgangi núna og verður næsta ári og er tók tillit til við útlutur ramma það er að við erum að vinna að safnamálum eða svona ná betur og þéttar utan að safnamálum okkar skráningar, forvörslu og fleira uppbyggingu svo undirbúnings að geymsluhúsnæði sem uppfyllir það kröfu sem er gerðar í dag til geymsluhúsnæði og það gengur vel og ég vona að við náum ákveðnum skrefum, við erum einnig náttúrulega eins og kannski aðalega hér í þessu undir þá lið 2 þar sem vorum að ræða sýningarhönnun á væntanlega nýrri sýningu Stríðsvarsafnsins þegar það fer að komast inn í nýrri húsnæði. Við hefur verið í samskiptum við Söru Blöndal sem og erum í því sem hefur komið að sýningarhönnun á annars staðar á landinu og afar hæf í sínu fagi og það er verið að skoða það með henni en jafnframt erum við líka og núna á fundi sem haldið var á mánudaginn og kemur næsta fundi að þá var nefndin stjórnin að fara yfir tillögur Stíg og arkitektastofu sem að vinna þessar hönnunarteikningar fyrir okkur af væntanlegum húsum sem verði í braggastíl og munu þar sem öll sýningin mun fara inn afar fandaðar teikningar svo við vorum öll sammála það í stjórninni sem við vorum að skoða og sem er útfæra núna að vera að vinna jafnframt hönnunarteikningar einnig eða byggingarleyfisteikningar svo kallar þannig því að við stefnum á það að hefja framkvæmdi núna ef veður þar verður gott núna síðhausts og byrja á fyrsta áfangu því að við áfangaskiptum líka og þetta hagkvæmar leiðir sem við erum að fara einnig sem hefur verið áhugavert þannig að ég vona sannlega að við getum stigið skref núna á hausti sem verður hægt að fara að nýta á næsta ári eða einhverju leyti og svona fyrstu skref í uppbyggingu safnsins. Síðan einnig þá tókum við núna, við erum að ræða við og heyra þessi því magnaða fólk sem stendur á baku bæjarhátíðir í Fjarðabyggð vorum bókað þarna, hittum fyrstu 2 núna á síðasta fundi og en erum líka jafnframt að ræða eins útfærslur og fleira á 7. júní hátíðhöldum innan nefndarinnar og ætlum okkur að ljúka því núna fyrir núna seinna í haust eða svona fyrir jólin að vera kannski við svona teljum að sé alveg komin að sé ástæða til að ræða á hvort við getum eitthvað gert og breytt og bætt í tengslu við 7. júní hátíðhöldin þó við séum kannski hálf eitthvað megin regla að þau færist á milli eins og verið hafa en við heldum að sé góðin tíma á bara þess að velta þeim og skoða á fremsum hliðum og við verið góðu bara andi nefndinni með það pælingar og við munum svo koma með það hér inn í framhaldinu. Það er ekki fleira, orðið er laust. Engin hversu ljós, þetta ber fundargerð stjórnar menningarstofnun 22, hún er sagðið með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð fjölmenningarráðs nr. 3, orðið er laust hana. Engin hversu ljós, þetta ber eftir saðinda þess að hann saði ekki að vinskjamerki, hún sagðið með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð fjallskelinefndar nr. 7, orðið er laust hana. Þuríður Lillý Sigurðardóttir hefur beðið um orðið, gerðu svo Þuríður.
fyrir, forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Stuttlega farið í fjallskilnefnd. Fjallskilnefnd fundaði í ágúst, september, eitthvað skipið dagsendinguna. Það er að fara yfir gánaboð fyrir árið 2025. Það er að mestu leyti óbreytt frá fyrra ári, en við fórum í talsverðar breytingar á því árið 2024 sem snúast aðalega því að bændum fækkar í dreifbýli sem gerir smala svæðið stærra yfirferðar fyrir þá sem eftir eru. En við teljum að það sé búið að finna ágætis lausn á þessu og göngur hafa gengið vel það sem af er hausti. Svo í 11.3 þá fórum við yfir þær fjárréttir í Fjarðabyggð sem að sveitarfélaginu ber skylda til að viðhalda og fjallskilnefnd lagði til niðurrif á rétt við Breiðdalsá þar sem réttin er ekki notuð og stafar af henni fokhætta og jafnframt verður nýtt úr henni það sem er í lagi. Einnig var lagt til að fara í lagfæringar og niðurrif á hluta af réttinni inn á Þorgrímsstöðum. Hún er stór og var mikið notuð á sínum tíma, ekki þörf fyrir svona stóra rétt í dag og verður hún lagfærð fyrir haustið 2026. Í stað fyrir var lagt til að fara í lítilsháttar breytingar á Hvalnesrétt sem var gert fyrir göngur og á þessu ári stóð yfir framkvæmd á nýrri rétt í Norðfirði sem var tekin í notkun nú í haust og stendur á Kirkjubólseyrum. Það er svona það sem er helst að frétta af fjallskilanefnd. Takk. Fleiri hvað sljóðsöldir fjallskilanefnd. Svo verðist ekki verið, ég ætla að bera þá fundargerð eftir samanferð, hún er samt með 9 atkvæðum. Þá næst tvær fundargerðir Öldungarás, númer 18 og 19, orðið lausnum þær. Engin guðis ljós, ég ætla að bera þetta samanferð þess að gefa skeiðverki. Það er saman þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Þar er fyrst breyting á aðalskipulagi Sævarendi 2. Þetta er semst hér vísa frá skipulags- og framkvæmdanefnd skipulagslýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020-2040 og leið breyting á deiliskipulagi Hafnarsvæðis og Stöðvarfirði vegna lóða fyrir þjónustu við fiskeldi. Skipulagin verða unnin áfram í samræmi við 30. og 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Orðið er laust með skipulagslýsingu, þetta þessi ljós. Svo verðist ekki verið berinn til saðendar, hún er saðend með 9 atkvæðum. Þá er það hér næst þá byggingarleyfi Búðareyri 25 liðurinn heiti breytt notkun. Þessu vísa hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd tillögu og auglýsingu á breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020-2040 sem heimilar íbúðir og þjónustu á hluta reit AT 301 á Reyðarfirði. Málsferðill er svo með þekkja í samræmi 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar. Þetta er sem tillaga og auglýsingu sem er til umræðu. Þessi ljós, svo verðist ekki vera þá til að bera til saðið þess að hann saði ekki af skeiðverki, hún saði með 9 atkvæðum. Þá gott fólk er dagskrá fundar í dag tæmd. Næsti fundur bæjarstjórnar er frávik eða ekki, er hann ekki á miðvikudegi 5. Nú ætla ég nú bara til þess að fara ekki með fleipur hér að fara yfir það en samþykkt miðvikudaginn 22. október vegna annarra funda á vettvangi sveitarfélagana á Íslandi. Þá fórum við miðvikudag og þannig að til hans verður boðað með dagskrá. Ég þakka fundarmönnum fundarsetan og segi fundi slítið.